Icelandair hótelið í Keflavík hefur gengið til samstarf við Karlsson Residor, eina stærstu hótelkeðju heims. Hótelið verður nú rekið undir heitinu Parkinn by Radisson Reykjavík Keflavík Airport. Hótelið vel búið með 81 herbergi og svítum ásamt því að bjóða upp á góða fundar- og ráðstefnu aðstöðu. Undanfarin 2 ár hafa mikla breytingar verið gerðar á hótelinu með fjölgun herbergja og jafnframt hafa bæst við 5 nýir fundarsalir í ýmsum stærðum, en þeir taka allt að 300 manns í sæti. Á næstu misserum verða eldri herbergi og líkamsræktar aðstaða hótelsins endurnýjuð. Karlsson Residor hótelkeðjan ein af stærstu hótelkeðjum í heimi með 1400 hótel og 220.000 herbergi í 110 löndum. Sjónvarp Víkurfrétta heimsótti hótelið í vikunni þegar það var formlega opnað undir nýju nafni og ræddi við Bergþóru Sigurjónsdóttur hótelstjóra. Nú 30 ár liðin síðan hótel byrjaði hérna á þessum reit sem flughótel, en núna þetta orðið Parkinn by Radisson. Í hverju felast þessar miklu breytingar sem hafa orðið hérna hjá ykkur á undanförnum árum? Aðalega það sem við höfum verið að gera núna eftir að við gengum inn í þessa keðju að við höfum verið að breyta lúkkinu. Þessi frasi add color to your life sem sýnir sig í litunum á húsgögnunum, litunum inn á herbergjunum líka. Það svona meiri gleði og þetta kannski svona til yngra fólks. En þetta ekki lengur eins og sagt hefðbundið flugvallahótel, þetta orðið miklu stærra? Já, við höfum aukið mikið í rými fyrir ráðstefnu og fundi. Við erum með 7 sali, þar af 5 hérna á jarðhæðinni. Mjög vel útbúna öllum tækjum sem til þarf til að halda góða ráðstefnu. Einnig það mottóið hjá keðjunni að vera með svokallar smart meetings, þar sem það mikið lagt upp úr að allt sé til alls og einmitt þessi litir. Hvað þetta orðið mörg herbyggi hjá ykkur? Við erum með 81 herbyggi í dag og getum tekið að við erum með 167 uppábúin rúm. Hvað það að vinna með því að skipta yfir úr, já þið voruð síðast undir Icelandair keðjunni en farið núna í þessa alþjóðlegu keðju, út af hverju það að gera það? Þeir eru náttúrulega sterkara nafn og sérhæfa sig bæði í flugvallarhótelum og fundarhótelum og það er skemmtilegt við að hótelkeðja sem ber ekki nafnið hótel í nafninu sínu, Parkinn by Radisson, það segir manni að þetta svo mikið þekkt nafn og ég held að það sé bara gott fyrir okkur og Reykjanesi að fá svona vel þekkt vörumerki í bæinn. Nú fylgir því að reka hótel að svona veglegt og mikið eins og hjá ykkur að þið eru með náttúrulega veitingastað og veitingaþjónustu, ekki? Jú, við erum með fullbúinn góðan veitingasal, vókal og bar. Við erum með meistarakokka og valið fólk í hverju rúmi sem að sjálfsögðu galdra fram góða og skemmtilega rétti. Þið hefði sjálfsögðu fundið fyrir þessu auknum vinsældum Íslands, eða ekki? Jú, við höfum gert það. Við höfum orðið verið við það að fólk farið að stoppa lengur. Við höfum verið með gesti allt upp í 15 daga og þá jafnvel fólk sem kemur frá ferðaskrifstofum sem að manni finnst öðruvísi heldur en hefur verið í gegnum tíðina. Ef fólk hefur verið að dvelja hérna lengur, það hefur það frekar verið á sínum eigin vegum. En nú maður fann að sjá allt upp í 15 daga, sem mjög skemmtilegt. Þú ert nú búin að vera hérna nokkuð lengi. Þú finnur náttúrulega mikla breytingu á hvað löngu tíma, 10-15 árum? Ég byrjaði að vinna hérna árið 1993, en tók við sem hótelstjóri árið 2000. Jú, ég finn rosalega mikla breytingu á svo mörgu varðandi gestina, hvernig fólk ferðast, hvað gerist og hvernig. Og ég held að maður verði aldrei fullærður í þessu starfi. Það eru alltaf einhverja nýjungar á hverju ári og maður er alltaf að læra.